Júní, miðvikudagur. Klukkan 6 kom hingað flokkur, 43 telpur og 4 stúlkur úr KFUK í Reykjavík. Það var hálfgerð rigning og leiðinda veður. Ef allt gengur að óskum mun verða dvalið hér í viku. Þegar hingað kom fóru telpurnar í leiki á meðan stúlkurnar sópuðu salina og elduðu matinn. Svo var skipt niður í kojurnar en þar sem þær nægðu ekki urðu nokkrar að sofa á gólfinu. Síðan var farið að borða. Þegar því var lokið fóru telpurnar að hátta. Svo endaði Stína Markúsa daginn með bæn. Stúlkurnar urðu að skiptast á að halda vörð inni hjá telpunum því annars var úti ró. Þegar telpurnar voru komnar á fætur átti að hylla fánan en þar sem böndin á fánastönginni voru í ólagi var það ekki hægt. Júní, laugardag. Í morgun var ekki hægt að hylla fánan því karlmennirnir höfðu svikist að laga böndin í fánastönginni en vonandi verður það hægt á morgun. Júní, sunnudagur. Í morgun vöknuðu telpurnar klukkan 8 og þurfti þá að setja upp hárgreiðslustofu. Svo kom kvikmyndari og myndaði hópinn. Það þurfti að stilla telpunum upp en það virtist þeim líka vel því auðvitað vildu þær vera kvikmyndastjörnur sem skiljanlegt Enda voru þær allar í sólskinsskapi, jafnvel þótt sólin væri fremur lítil. Síðan var fáninn hylltur þar sem böndin í fánastönginni voru komin í lag. Þegar búið var að hylla fánan og drekka morgunkaffið var stund og talaði Agnes út frá Jóhannesarguðspjalli.
Margar telpurnar fengu heimsóknir af skyldfólki eða vinum. Sumar þeirra fengu sælgæti, en þá var friðurinn úti, því þá sögðu allar, gefðu mér, gefðu mér. En síðir gleymdi sælgæti því sumar stúlkurnar fóru í leiki með telpunum. Til að komast á leikflötuna þurfti að fara yfir ána. Alda og Denna urðu eins konar ferjumenn. Þegar yfir kom fóru allar í leiki og gekk það þannig fram að kvöldmat. Eftir kvöldmat var stund og endaði Hulda Hoydal daginn með því að lesa úr 84. sálmi Davíðs. Því Drottinn Guð er sól og skjöldur, náð og vegsemd veitir Drottinn. Var svo sunginn kvöldsálmurinn, ég lofa þig Guð sem gafst mér. Við þakkum Guði sem hefur gefið okkur góðar og blessunaríkar stundir hér í Kaldáseli.